Ég held að við séum orðin live á YouTube og X, þannig að ég bara býð ykkur velkomin og góðan daginn. Þið þekkið mig náttúrulega, Eldur heiti ég og með mér í dag Nordic Masculinity. Gengur ekki bara undir því nafni? Jú, ég heiti náttúrulega Jón og það, mér varst að ég kem kannski inn á það eftir, en Jón og notum bara Nordic Masculinity, það það sem ég nota á samfélagsmiðlum. Það frábært. Herðu, takk fyrir komuna, Jón. Tilefnið, ástæðan fyrir því ég náttúrulega bauð þér í þetta spjall og þetta náttúrulega bara svona óformlegt spjall og þér kannski blöskrar jafn mikið og ég það sem hefur verið að gerast undanfarna daga í sambandi við dauða vóksins, svo að segja. Arna Magnea Danks, sem þjóðþekktur einstaklingur og með stóran fylgjendahóp á netinu, varpaði fram mjög alvarlegum ásökunum á hendur þér og náttúrulega starfsfólkinu eða starfssystkinum þínum á broadcasti. Viltu segja okkur aðeins frá því? Já, þetta náttúrulega þetta rosalega furðulegt það sem að Arna segir, að sagt að Arna segist hafa fengið líflátshótanir í einkaskilaboðum, vera afmennskuð á samfélagsmiðlum, meðal annars frá broadcastfólkinu. Og í nýlegum status þá dregur Arna þetta náttúrulega í land bara og segist jafnvel frá broadcastfólkinu, það breytt orðalagi, það skiptir máli, þegar þú segir meðal annars, þá ertu náttúrulega innihalda okkur, þetta grafalvarlegar ásakanir. Og búið að draga í land með þetta náttúrulega og fyrsta sem ég gerði þegar ég sá þetta var að ég fór og kallaði Örnu náttúrulega bara lygara og þetta bara hauga líf. Ég ætla að sitja undir því og allir sem hafa horft á nokkurn einasta þátt á broadcast vita það auðvitað að enginn sem vinnur þar myndi nokkurn tíma fara að senda einhverjar líflátshótanir í einkaskilaboðum. Nei, ég myndi nú halda það. Ég þekki nú flest allt þetta fólk á broadcastinu og það bara prýðist fólk og ekkert slæmt það að segja. Ég hef ekki skilið okkur þessa orðræðu eða svona meðal þessa vókstera, broadcastið því að ég veit ekki betur en að hlaðvarpsstjórnendur einmitt á broadcastinu hafa reynt að hafa eins fjölbreyttan hóp í viðtölum hjá sér og það náttúrulega ákveðin angi sem vill ekki tjá sig og vill ekki mæta og það bara eins og gengur og gerist eins og þú veist. Ég held að sé varla til sá auka vinstri maður ef maður má nú orða svolítið fyrst að maður nota auka hægri sem ég hef ekki boðið í þátt til mín á einhverju tímapunkti nema Örnu hef ég aldrei sendt skilaboð. Nei, einmitt. Herðu, mig langar að kíkja, ég náttúrulega nýr í þessari tækni þannig að getur vel verið að þetta sé ekki að takast hjá mér en ég ætla nú samt að prófa hérna. Við skulum kíkja aðeins á ummælin hennar Örnu sem að setur fram í morgun og það ætti að koma upp að skjáin hjá mig núna og þar dregur hann ansi mikið í land. Hann skrifar í viðtali á Bylgjunni tala ég að vera afmennskuð á samfélagsmiðlum og jafnvel hóta líflát í einkaskilaboðum, jafnvel frá broadcastfólkinu. Tilvitnun meðal annars frá broadcastfólkinu. Já, meðal annars frá, en skrifar hann jafnvel frá broadcastfólkinu. Átti ég þar við afmennskuna sem á sér stað í minn garð og annars transfólks í þáttunum þeirra og í þeirra athugasemdum hér og þar á netinu. Ég sakaði engan þeirra persónulega að hóta mér lífláti, þó vissulega hefur verið gefið í skyn að það muni verða þagga niður í mér. Ég hef ekki geð, viltu bæta eitthvað við, viltu segja eitthvað varðandi þennan kafla? Já, bara áður við, mér að þetta svo langur pistill, þá finnst mér allt í lagi að taka bara grein fyrir grein í rauninni í þessu. Já, við skulum bara í fyrsta lagi, þá þarna dregið í land með líflátshótanirnar sem var bara, það var tekið fram líflátshótanir og afmennskun á samfélagsmiðlum í einkaskilaboðum, meðal annars frá broadcastfólkinu.
Þannig að sjálfsögðu búið að draga það í land. En það bara komin önnur í staðinn, hún bara ekki stór. Og það þetta með að vissulega hafi verið gefið í skyn að það verði þaggað niður í mér. Þetta náttúrulega Arna í að því að þetta komi frá broadcast-fólki. Einmitt. Sem að bara fáránlegt og bara enn og aftur, ég ætla bara að kalla Örnu og ég hef margoft kallað Örnu bara lygara og ég ætla bara að gera það enn eitt skiptið. Því að þetta bara hauga lygi og mér finnst alveg óþarfi að ég reyna að tala eitthvað í kringum það að vera óþarlega kurteis. Þetta bara hauga lygi og við skulum bara kalla það sem það Nei, einmitt. Nákvæmlega. Núna veit ég ekki hvernig ég slekk hérna á chatinu á Facebook, en það alltaf lagi. Við höldum bara fram. Ég ætla að setja hérna málsgreinina hérna upp aftur. Hún hér. Ég hef ekki geð né andlega heilsu til þess að lesa allt það sem hefur verið skrifað og sagt mig vegna þess eins að ég trans. Eitthvað sem þetta fólk skilur ekki og vill ekki skilja eða hreinlega drull sama og hatar bara transfólk af því að það kemst upp með að hata. Hrekkjusvínin á leikvellinum alast oft upp í að verða hrekkjusvín og óþverrar allstaðar í gegnum lífið og ekkert betra í þeirra augum en að ráðast á hóp af fólki sem svo agnarsmár hluti samfélagsins að það ávarla möguleika á að svara fyrir sig. Ok, eigum við að taka þetta aðeins fyrir? Já, mér finnst tilefni til þess vegna þess að það ekkert smá dagskrárvald sem þessi örlitli hópur eins og Arna kallað það hefur. Það dundrað út áróðri frá efstaleiti, frá Ríkisútvarpinu í tíma og tíma. Það líða varla 2 dagar á milli áróðurs herferða þegar varðar þennan örlitla hóp. Sama má segja Vísi og DVF sem svo birtir grein upp úr nákvæmlega þessu í morgun sem við kannski förum aðeins í á eftir. Þannig að þetta ekki alveg með rökum reist að þetta fólk hafi ekki rödd í samfélaginu. Nei, ég bara engan veginn sammála. Við sáum það bara þarna þegar átti að hafa árið sér stað einhver hatursglæpur að þá var bara forsætisráðherra ræstur út persónulega samdægurs og það voru bara öll ríkisstjórnin mætt hér og þar í fundi og þú manst nú kannski eftir þessari árás. Já, þar sem ekkert fórnarlamb og engin gerandi og fullt af myndavélum. En það breytir því ekki að ríkisstjórnin var bara ræst út samdægurs og þetta með að hafa ekki rödd náttúrulega bara fáránlegt. Þessi samtökin 78 og annað eru með valdamestu samtökum landsins í umræðu. En mér langar að skjóta aðeins þarna á þetta með að það vera að ráðast á mig bara því að ég trans bla 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 bla. Það hefur ekkert með það að gera. Nei. Arna mjög virkur aðili í opinberri umræðu og sko ég margoft tekið aðra aðila fyrir heldur en Örnu í þáttum sem ég einfaldlega að fara yfir bara, eins og ég segi, bara helbera lygar sem kom oft fram í fullyrðingum frá Örnu. Og meðal annars benti ég nú á það sem að það var nú skjáskot af okkur félögunum sem var sagt að við værum að gera lítið úr ofbeldi þar sem við vorum einfaldlega að skoða tölfræði yfir mordtíðni milli samkynhneigðra og transfólks og sísfólks og venjulegs fólks. Já. Þú veist, er það hatursumræða, er það að gera? Nei, og ég veit ekki betur, Jón, en við höfðum einmitt sagt að öllu, þú veist hvert morði einu of mikið og ég tel að við höfum líka nálgast umræðuefnið af varkárni þarna. Ég get ekki séð að við vorum að gera lítið úr transfólki. Hins vegar þá verður náttúrulega að vera leyfilegt að tala staðreyndirnar eins og þær eru. Við verðum að geta lýst raunveruleikanum eins og hann er. Þessar tölur sem samtökin 78 og önnur félög víða heim nota til þess að réttlæta svona, hvað maður að kalla, svona ákveðna hysteríu eða búa til eitthvað, þú voru að hjálpa mér núna, svona Transformation psychosis, Já, þú veist, þegar náttúrulega fólk látið halda að það sé bara verið að drepa transfólk út á götum úti bara í hrönnum, þá náttúrulega byggjuru upp þannig stemningu að
að fólk fer náttúrulega í þann gír að þennan hóp þarf að verja alveg sérstaklega. En sannleikurinn sá, eins og ég benti á þarna í viðtalinu, að þessi 350 morð sem eru framin cirka báta ári á transfólki, sko, meira en 2/3 hlutar, alveg, ég held að það sé alveg bara upp í 75-80% af þessum morðum eru framin á klæðskiptingum í Suður-Ameríku í vændi. Þá verðum við náttúrulega áætla að sumt af þessu fólki þá karlmenn sem skilgreinir sig sem konur og aðrir klæðskiptingar, en það bara allt önnur umræða. Og mér finnst þetta eiginlega sko galið að sko önnur fullyrðing, til dæmis ástæðan fyrir að við meira tókum þátt inn meðal annars og vorum með akkurat þennan lið í honum, var einmitt sú fullyrðing Örnu að það væri einhvers konar bara morðfaraldur á transfólki. Einmitt. Og það var bara, tölfræðin sýndi bara fram á þetta bara ekki satt. Við verðum að geta rætt hvað satt þó að Örnu Magni og sárni það. Sko þau vísa til dæmis mjög oft í Bretlands, hvað ástandið í Bretlandi orðið fjandsamlegt transfólki og þess aftar. Þeim finnst náttúrulega ástandið í Bretland og Bandaríkjunum fjandsamlegt vegna þess að núna byggist umræðan á einmitt vísindalegum gögnum, gagnreyndum gögnum og byggist á raunveruleikunum. En til dæmis þegar kemur að morði á ofbeldi á transfólki, þá hefur enn ekkert morð verið framið á transmannisku í Bretlandi síðan unglingurinn Brianna Gay, sem við ræddum í þættinum þínum, var myrt. Og þessi unglingur var ekki myrtur vegna þess að hann var trans, hann var myrtur vegna þess að þetta var eins konar satanist uppgjör og unglinga ofbeldi sem því miður að færast í aukana í Bretlandi, en ekki vegna kyntjáningar Briannu. Já, og ég bendi bara einfaldlega þarna á að ég margoft búinn að taka, helbera lygar frá Örnu Magneu fyrir í þáttum. Það getur hver sem farið að horta á það og reynda að hrekja þessar fullyrðingar mínar, meðal annars var bara svo fullyrðing að transfólk hefði ekki stolið neinum bikurum eða verðlaunum frá konum í íþróttum. Ég benti á yfir 900 dæmi sem orðin. Ég hélt einmitt að þegar þetta kæmi út í íþróttum, þá hélt ég einmitt að núna var þetta game over, sko. Það enginn að fara að styðja það að karlar taki þátt í kvennaíþróttum, en viti menn, þú veist, fjöldageðrófið slíkt. Við getum kallað það hvað sem við viljum, en bara það breytir því ekki að þarna bara eins og segi, ég skráði niður og það kom svona skrollandi listi með rétt tæplega 900 dæmum sem eru nefnd. Já, þau eru orðin yfir 1000 í dag. Þetta er nálgast 1000 dæmi og við erum til dæmis með gott dæmi á Íslandi líka. Það ein íþrótt á Íslandi þar sem kona hefur ekki fengið að fara á Evrópumót kvenna í nokkur ár og það í diskgolfi eða frisbeegolfi. Og á Íslandi gerist það sama og gerðist þarna í biljardmótinu daginn eða poolmótinu daginn. Að það eru tveir karlar sem eru efstir í frisbeegolfið kvenna á Íslandi. En þetta vita ekki margir því að það ekki að tala þetta. Þetta þakkað niður. Það bara, já, og þetta finnst mér einmitt svo skrítið því að bara þetta og bara út af þessu og þarna síðan þá hefur á alls konar kommentakerfum og annað hefur Arna Magna margoft stigið fram og bara hreinlega logið upp á mig og aðra í broadcasti bara eins og við sjáum bara í greininni og gerir það svo aftur þó að sé dregið í land og það er logið vægari hlut upp á okkur í staðinn. Það er engin, en þess vegna þá, og ég teka það fram, það er ekkert verið að fjalla, það er ekkert verið að taka Örnu fyrir að því þetta er transkona, heldur bara vegna þess að þetta er bara verið að fjalla lygar einstaklings í fjölmiðlum, í opinberri umræðu. Það hlýtur að mega að tala það. Þú ert að setja þarna út með alls konar fullyrðingar og ef það er lygi, þá hlýtur einhver að mega benda á að lygi sé lygi. Það annað bara bilun. Sko ég hef lent í því margoft að taka svona hringi og sirpur með Örnu Magneu varðandi vegna þess að Arna segir að það sem hann segir er á vísindalegum grunni og þess aftar, en þetta bara rangt. Þessar rannsóknir sem
hinsegin samfélagið, hinsegin samfélagið og transaktivistar sérstaklega vísa í. Þetta eru rannsóknir sem eru mjög gallaðar og ekki mark átakandi í rauninni. Rannsóknir sem ég hins vegar hef verið að vísa í úr fræðasamfélaginu eru ritrýndar og standast sko lágmarkskröfur. Til að nefna þá höfum við til dæmis Cass-skýrsluna og annað sem þetta fólk bara gjörsamlega sópar að borðinu og segir að sé ekki marktæk og þetta sko stærsta rannsókn á sínu sviði af fyrirverandi forseta alþjóðlegra barnalækningasamtaka og Hillary Cass einn færasti barnalæknir í heiminum og þetta bara sópað að borðinu því að staðreyndirnar eru óþægilegar. Við getum ekkert unnið svona og þetta í raun og veru bara stimplar þessa aktivista út úr umræðinni. Það er ekkert hægt að tala við fólk sem vill ekki líta á neina staðreyndir og Ríkisútvarpið hefur svo verið að kynda undir þetta með að taka fólki viðtöl til sín eins og til dæmis formann samtakanna 78 Cass-skýrsluna og Bjarndís hafði ekki einu sinni lesið skýrsluna. En ég sem hef lesið skýrsluna, skrifað útdrátt úr henni og afhent landlækni í október í fyrra, rétt fyrir sama dag og Alma Möller tilkynnti framboð sitt, þá afhendi ég henni útdrátt úr Cass-skýrslunni á íslensku, þá enginn sem talar við mig. Þetta ekki merkilegt? Jú, og bara svo því sé haldið til haga, þá Arna Magnea ekki eini svona aktivistin sem ég bara kalla beint lygara. Það meðan að sko hann Daniel, fyrirverandi, var ekki formaður. Daniel Arnarsson. Já, ég hef kallað hann lygara. Já, hann það líka og það Ugla Stefanía líka, þetta alveg hraðligi fólk. Og bara eins og segjum, ég veist ekki að því að kalla lygara. Það ekki hatur að því að trans, það bara höfum þá á hreinu. Og ég skildi nú eftir komment á DFF undir þessari frétt þar sem ég tek nú bara meðal annars fram að ég hef nú fyrir reglu að kalla fólk því fornafni sem það kýs ef það bara sýnir af sér lágmarks kurteisi og annað. Já, ég hættur þessu. Sérstaklega gagnvart mér. Já. Ég hættur þessu. Meðan þessi ágreiningur við lýði og svoleiðis þá ég hættur þessu. Sko, spáði það Jón Þormar, fyrir 20 árum síðan þá var enginn sem lét sér neitt varða þegar kemur að trans. Við vorum öll tilbúin að taka þátt í þykistuleiknum, þú veist, já, ok, transkona kona, þú veist, við vorum öll tilbúin í þetta. En þegar hreyfingin kynnti transbörnin til leiks, þá breyttist þetta og auðvitað. Já. Og áróðurinn sem því fylgir og innrætingin í skólanum, auðvitað breytist þetta. Þú veist, maður bara átti ekki orð og eins og ég segi, maður búin að standa í síðan 2015, þar kveikti ég á perunni og ég ætla ekkert að gefa mig með þetta. Þú veist, lausnin lausnin á þessu svokallaða stríði að taka börnin út úr þessari breytu og hætta þessari innrætingu bæði í fjölmiðlum og í skólunum. Já, ég alveg sammála því og bara svo ég klári að ég ætla að segja áðan, það að ég hef það fyrir reglu að kalla fólk ef það biður, ég veit að það vill að það biður það. En ég geri undantekningar á því þegar kemur að fólki sem hefur sýnt manni sjálfum þá vanvirðingu hreinlega að láta stuppa mann og eitthvað svoleiðis. Já. Ég virði þetta ekki við örnum og ég ætla ekki að gera það. Nei. Og mér alveg sama á þetta sé fullt af fólki reitt eftir að hafa lesið tilfinningarungið þarna og sum kommentin ógeðsleg, við komum inn á það á eftir. Það breytir því ekki að það mun alvarlegra að ljúga upp á fólk að það hafi sendið líflátshótanir heldur en að miskynja einhvern, eins og það sett á DFF að þarna ægilega alvarlegt. Já, og hvort alvarlegra að ljúga því að fólk hafi sendið líflátshótanir í einkaskilaboðum, draga það svo í land og koma með einhverja óljósa yfirlýsingu það að það hefði enga síður verið gefið í skyn að það þakkað niður í mér. Hvaða bilun þetta?
Ég veit, ég fór einu sinni á fyrirlestur, hádegisfyrirlestur sem Arna Magna hélt á vegum Amnesty International. Ég held að það sé ekki bara ár eða 1,5 ár síðan eða eitthvað, ég man það ekki alveg. Og ég hlustaði á allt það sem hann hafði að segja og þú veist, og sumt af því er sko eitthvað sem maður hefur heyrt, þú veist, aðra karlmenn sem skilgreina sig núna sem konur og sérstaklega karlar sem hafa gert þetta á miðjum aldri. Þú veist, og þú heyrir alltaf sömu frásögnina, þú veist, og það er sami aldurinn, já, ég var 4 ára, þú veist, þetta er svo greinilega, sko, þetta er svo greinilega gripið einhvers staðar, þetta er endurtekið. Ég meina, ekki eins og ég man eftir því þegar ég var 4 ára. Ég bara hef ekki, minningar mínar fara ekki það langt aftur. Ég bara man, ég gæti ekki bent þér á eina minningu frá því ég var 4 ára, ég bara man það ekki. Og við áttum svo samtal nokkur eftir og meðal annars Arna og Arna spyr mig svo sérð þú mig, þú veist, þetta er afmennsku, þú veist, og ég segi ég er ekkert að afmennska neitt, þú ert manneskja, við erum öll manneskjur og það er enginn að neita því að þú sért manneskja og þú sért á lífi. Og segir hann, já, en sérð þú mig sem konu? Og ég líti í augun á honum og ég segi, nei, ég sé þig ekki sem konu því að þú ert ekki kona. Og þetta er samsagt þessi afmennskun sem Arna talar en Arna og fólk sem skilgreinir sig sem eitthvað annað kyn verður náttúrulega að athuga það. Ég er líka frjáls maður, frjáls skoðana minn og ég frjáls að tjáð raunveruleikan og skilgreina raunveruleikan eins og ég sé hann. Og þú veist, ég hef rétt á því sem frjáls manneskja. En þeim finnst verið í lagi að við séum skikkuð til þess að taka þátt í ranghugmyndum annara þú veist, hlutlega raunveruleika. Já, mér finnst þetta bara að vera nákvæmlega sami hluturinn og þegar þú ræðir önnur trúarbrögð. Ég þarf ekkert að angra þig að því að þú ert trans eða eitthvað svoleiðis, en alveg svo þú ferð ekkert að angra mig út af því að ég er kristinn, en enga síður þá komið vandamál ef að ég fer að labba upp á fólki og heimta að það trúi hlutum sem stendur í biblíunni, skilurðu. Einmitt. Höldum aðeins áfram með textan. Hann skrifar, ég hef ekki það dagskrávald í þessum heimi að ég megi verða sár eða reið yfir því hvernig komið er fram við mig og ég er kölluð tíma og í tíma karl í kjól, ógeð, viðbjóður, geðsjúklingur og fleira í þeim dúr. Ég þarf að passa mig að vera ljúf, þolinmóð, sýna virðingu fyrir ólíkum skoðunum, þó þar beinist beint að mínu frelsi til lífs. Ég þarf að vera rökvís og færa sönnur fyrir öllu sem ég held fram. Sem ég hef gert og við öll sem erum trans, höfum gert aftur og aftur og aftur og aftur. Lagt fram ritrýndar fræðigreinar, rangt. Lagt fram rannsóknarniðurstöður, sagt frá eigin reynslu og meira að segja sýnt fram á að alla helstu vísindastofnanir heimsins, líklega að tala WPATH eru á einu máli að það að vera trans er meðfætt og líffræðileg frávik frá heildinni. Á sama hátt og það er líffræðilegt frávik frá heildinni að vera örvhentur. Ég meina þarf einu svona að taka fram hvað er mikið, þarna er bara fullt af kjaftaði þarna í þessu. Þú veist, Já, þetta og það er ekkert öðruvísi heldur en að ef að ég bara sem dæmi, við erum ekki með sömu skoðun, þá er það bara nasisti, fasisti, transfób, homofób, nefndu það, skilurðu. Þetta er bara kjaftaði, fólk er bara ruglað í umræðu, bæði hérna megin frá og hérna megin frá. Þú veist, það er bara, ég tek ekki þátt í því, ég hef gagnrýnt Örnu málefnalega, ég mun halda því áfram. Ég er ekkert að fara að hlusta þó að sé einhver blóðþyrstur múgur núna sem að vilja leita upp einhverja transfóba til að sefa reiði Örnu Magneu. Nei, Örnu Magneu hefur lagt fram ritrýndar greinar en líka fullt af bara rusli. Það er fullt af rusli, en sko þegar Arna talar helstu vísindasamtök heims og annað, þá verður að hann er að tala WPATH, alþjóðlegu transskottulækningasamtökin, sem nú heldur betur búið að fletta ofan af
og verður áfram gert og kannski þeir sem að horfa núna þá bara bendi ykkur á síðasta streymi sem ég gerði ásamt Írisi Erlingsdóttur bara ég held að sé bara rétt tæp vika síðan þannig að skoði það livestreami því að þar rek ég sögu WPath alveg frá stofnun og fer yfir sem sagt sögu transferlis frá 3. áratug síðasta aldar fram til dagsins í dag. Þannig að það er mikil það er margar upplýsingar sem koma þar fram. Þannig að ég ætla ekki að endurtaka það hér, það bara tekur á langa tíma. Þannig að skoðið þá streymið sem var síðast ásamt Írisi Erlingsdóttur. Þarna getum við bara skoðað, þú veist, þarna bara í þessari grein hérna líka einn og sér, þá var í tilefni til að kalla Örnu Magneu lygara. Já, algjörlega. Allar helstu vísindastofnanir sem sammála þetta er bara lygi. Það er bara helber lygi og það er sko málið er það að sko ég vil ekki fara of mikið út í það sem ég er búin að segja áður en WPath var lengi og vel, sko fyrst var þetta náttúrulega Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association sem var það WPath og var svo tekið yfir af aktivistum smám saman. Sko, WPath var lengi vel einu samtökin sem í raun og veru snertu á þessu málefni og voru þarna með svona eins konar einokun á þessu starfi. En hins vegar þá fóru aðrir læknar að svona ranka við sér og sálfræðingur og geðlæknar að ranka við sér að hei, þetta er ekki byttunum með, það er ekki allt með feldu. Og úr varð með samtök eins og samtök klíniskra sálfræðinga og SEGM sem er Society for Evidence-Based Gender Medicine, þannig að the clue is in the name, þú veist, samtök gagnreyndar meðferðir í transferli eða gender medicine eins og það kallað á ensku og úr varð Genspect og svo náttúrulega byrjuðu allir detransitionar, þú veist, fólk sem hætti við og sér eftirferlinu það byrja að stíga fram. Þannig að vitneskjan okkar er alltaf að verða meiri og meiri í þessum málaflokki. En hins vegar, þegar eftir því sem við vitum meira, því meira streitist transloppið á móti því að það veit að það er allt að molna undan því sem þau eru að vinna eftir. Og talandi um svona kynja og kynfræði eða hvað sem þetta heitir nú allt saman, sko trúverðugleiki þess í ritrýni er náttúrulega bara engin eftir að þeir ritrýndu Mein Kampf, orðalaginu var breytt, sko. Þú veist bara hvaða trúverðugleika heldur þú að þessi ritrýnarar þar hafi eða ritrýnar eða hvað sem orðið er yfir það, ég er ekki viss að sé oft sett í fleirtölu þannig að ég þekki ekki. Nei. Þetta er einmitt úr stöndinu sem vinkona mín hún Helen Pluckrose tók þátt í ásamt Peter Boghossian og James Lindsay. Það var alveg magna. Þeir sendu inn fleiri og fleiri greinar til þess að fá ritrýndar og meðal annars það var eitthvað í sambandi við eitthvað í sambandi við hunda líka. Já, þau voru með hunda í almenningsgarða og það átti að vera táknum hegðun karlmanna á skemmtun. Já, einmitt. Hundarnir voru svo graðir. Einmitt, vegna þess að við karlarnir eru voðalega mikið í að sleikja raskata á hvor öðrum í almenningsgörðum Þetta var ekki bara ritrýnt heldur, sko, sögðu þau frá því mér og sýndu bréfi í Joe Rogan manni, sko, þegar komu þar að þú veist, þau voru beðin og getur ekki gert þetta, þú veist, aðeins íktara, skilur. Það var bara, þú veist, þetta er bara trúverðugleikinn í einhverju ritrýni þegar kemur að þessu er náttúrulega bara engin ofan á allt annað. Höldum aðeins áfram. Hvað skulle ég segja hér? Fólk hatrið vill hata og afsakar eigin fyrirlitningu og fordóma fyrir fólki. Þetta er ekki upp á skjánum, eldur. Býttu, já. Fyrirgefið. En hatrið vill hata og afsakar eigin fyrirlitningu og fordóma fyrir fólki sem það skilur ekki og vill ekki skilja sem skoðun. Þetta er stór orð. Því að þetta snýst náttúrulega ekkert hatur.
og þetta ekki, og svo náttúrulega alltaf varpa þessu með fordóma. Ég meina upplýstar skoðanir, ég meina þú verður að fyrirgefa, ég verð eiginlega hálf fói þegar allt, til dæmis, ég náttúrulega búin að vera bólakafi í lestri og samtölum við fagfólk og meðal annars ræða við fólk eins og ráðherra, lækna, þingmenn, detransitioners, transfólk, já, líka, þú veist, ég ræði reglulega til dæmis við Buck Angel sem þú þekkir ágætlega líka, Blair White og fleiri og jafnvel íslensk transfólk líka sem þorir ekki að stíga fram opinberlega og hjálpa mér einmitt þetta. Ég verð bara að segja alveg eins og þegar það eru orðin fordómar og fyrirlitning að taka fyrir skoðanir þínar og staðreyndir sem þú heldur fram og það reynast ekki vera sannar, ef að það eru fordómar og hatur og eitthvað svoleiðis, þá finnst mér þú vera farin að líta aðeins og stórt á sjálfa þig, sko. Einmitt, ég tel þetta að vera fordóma gagnvart mér og ég eiginlega farin að aðhyllast það að samtökin 78 og transaktivistar séu bara í raun homofóbískir og bæði haldin homofóbíu og kvenfyrirlitningu og ekki síst fyrirlitningu á börnum og bernskunni. Það er mín skoðun. Kannski er þetta fordómar, ég veit það ekki, en ég tel svo ekki vera, en ég er alveg tilbúin að ræða þessi mál opinskátt við forsvarsmenn samtökunnar 78 og Trans Íslands og fleiri og jafnvel, þú veist, taka þátt í panelumræðum, en þau mæta ekki, þau vilja ekki mæta vegna þess, og það er einhver ástæða fyrir því og ég held að sé ekki vegna þess að ég sé einhver plebbi og fordómafullu plebbi, sko. Sko, ég er nú á því að ég gef nú oftast fólki það að ég held að flestir vilji vel, meini vel og vilji gera vel og allt svoleiðis. Auðvitað. En ég get bara ekki gefið Örnu Magni the benefit of the doubt þegar kemur að því hafandi séð að Arna lýgur bara algjörlega óhikað. Það er bara, þú veist, þannig að já. Svo náttúrulega er það náttúrulega líka það þú veist, hvort að það sé að rökum reist og rétt hjá mér að þetta sé költ. Ég er nefnilega farin að aðhyllast eða ég er í raun að vera að fara að byrja að draga það ályktuna að við erum að díla við költ eða sértrúarsöfnu hérna vegna þess að þetta fara að bera með sér þetta fara að bera öll einkenni sértrúarsöfnaðar eða költs. Já, ég til dæmis, sko, mér þætti rosalega áhugavert að fá álit fólks á því að ef að ég væri orðin sár við samtökin 78 þá myndi ég koma fyrir framan alþjóð, bylgjan hefur nú enga smá dreifingu og núna DFF, þar sem ég væri að saka samtökin 78 sem dæmi, meðal annars fólk í samtökunum 78 að hafa hótað með lífláti. Einmitt. Það bara það heldur enga vatni. Nei, og sko, ef ég myndi láta svona út mér í podcasti eða í útvarpi bara að samtökin 78 hafa hótað mér lífláti í tíma og tíma. Ég meina, sko, ég veist að ég bara efaði ekki eina sekundu að samtökin 78 myndi draga mig fyrir dómstóla. Bara þau myndi gera það. Og léttilega. Og bara, já, mjög léttilega. Þó svo að það er mjög oft sem ég fæ skilaboð, drefti þig. Ég ætla ekki að fara svo langt að jú, mér er oft hótað einhverjum barsmiðum og svona, en það er mjög oft svona, ég drefti þig, er ekki komið tími til að þú drepi þig. Þannig að þú veist, þetta er svona, þetta er á báða vegu því miður, en sko, við getum kannski bara snerta því eftir, ég setti komment undir þetta hjá Örnu Magnu í morgunni, ég geri það nú aldrei í rauninni að setja komment á vegg hans, sko, en höldum aðeins áfram með þetta. Transfólk er ekki undirtegund mennskunnar og er ekki ógn við einn eða einn og hver og einn einasti fullorðni einstaklingur sem er trans var eitt sinn transbarn sem í allflestum tilvikum fékk ekki að blómstra sem sitt sanna sjálf
og það tráma algjörlega á ábyrgð samfélagsins og hefði mátt forðast. Þess vegna það fullorðið transfólk í dag að berjast fyrir réttindum transbarna til að þau þurfi ekki að burðast með slíkt andlegt sár út allt sitt líf. Sko, Jón Þormar, þetta gerir mig alveg óbáslega þetta alveg ég veit ekki hvernig ég á að byrja þegar ég les svona texta. Því að fullorðið transfólk náttúrulega í þessum hugarheimi að þau hafi verið trans sem börn og annað, en málið það ekki hægt að segja þetta. Ég myndi til dæmis aldrei segja að ég var samkynhneigt barn, fattarðu? Vegna þess að þetta eru hlutir sem kynþroskinn leiðir að sig. Vissilega hafa verið vísbendingar í æskunni að ég, þú veist, vegna þess að ég var kvenlegur strákur og annað að þetta gæti verið svona. En það ekki hægt að segja að börn séu trans vegna þess að samkynhneigðir, við vitum það öll sömul sem samkynhneigðir að við tikkum í öll þessi box sem þessi svokölluðu transbörn gera. Mér finnst allt í lagi Eldur að þarna komi líka fram að sem sagt þess vegna það að berjast fyrir réttindum transbarna til að þurfa ekki að burðast með slíkt andlegt sár út allt sitt líf. Þarna finnst mér allt í lagi að þú tekkir nú orðalagið í því betur en ég, þar sem þú vittir í hana Rítu og fleiri þar sem að kemur fram að ef ekkert inngrip á sér stað þá verða 4 hverjum 5 Já, og þetta eru gagnrýndar rannsóknir og það hægt að fá þessar rannsóknir á síðu sem heitir statsforgender.org sem mjög góð síða sem aðeins til þess að vera á þessari síðu statsforgender.org þá verða rannsóknir að vera ritrýndar og uppfylla ströngustu gæðastaðla. Og meðal annars þá kemur fram að ef barn fær óáreitt að ganga í gegnum sem náttúrulega kynþroska, og þá að tala börn sem samsvara sig ekki þessum úreltu staðalímyndum kyn, ef þau eru látin óáreitt, þá munu 80 til 95% af þessum börnum, nei, býttu, ég að fara við, tölurnar mínar kannski ekki alveg hárréttar, 75 til 90, þú veist, en yfirgnæfandi meiri hluti myndi vaxa úr grasi, oftast nær sem samkynhneigt fullorðið fólk og mjög oft á einhverfu rófi. Og svo líka annað sem fróðlegt að segja frá, annar sérfræðingur sem ég þekki mjög vel og hann helsti sérfræðingur innan kynama, það Dr. As Hakim. Og hann klíniskur geðlæknir og sálfræðingur í Bretlandi. Hann til dæmis búinn að benda á það að 100% trans eða 100% karla sem skilgreina sig sem trans eru einhverfir. Já. Það mjög bold statement en hann segir það fullu fetum. 100% af körlum sem skilgreina sig sem konur eru einhverfir. Og við erum ekkert að gera lítið úr einhverfum, það mikið einhverfu fólki í minni fjölskyldu, þannig að því sé haldið til haga. En til dæmis að mættu samtök einhverfur á Íslandi alveg fara að grípa inn og hjálpa skjólstæðingur sínum úr þessum hremmingum sem þeir lenda í þegar kemur að þessum kynjamálum. En það á ekki bara við á Íslandi, það annars staðar líka. En höldum aðeins áfram með textan. Mitt líf var, það velur enginn að vera trans, af hverju ættum við að velja að vera afmennskuð í tíma og tíma, af hverju ættum við að velja líf þar sem við búum við ótta og þurfum í sífellu að vera sett í það hlutverk að fræða og berjast fyrir fáfræði og fordómum. Við erum nú búin að snerta þessu. Mitt líf vissulega miklu betra eftir að ég kom út sem ég sjálf og því ég ekki með fjall af vanlíðan vegna kynama og sjálfsásakana, sektarkennd og skömm vegna hinseginleika míns lengur. Líf mitt betra,
af því að ég frjáls og ég ekki lengur að þykjast að vera hann bara til þess að þóknast öðru fólki og til að lifa af. En það ekki auðvelt líf og ég hefði aldrei valið að vera trans, enda vissi ég löngu áður en ég fékk þetta orð trans í orðabókina mína og löngu áður en ég vissi eitthvað trans að ég var stelpa í röngu kynhlutverki og mín upplifun var alltaf eins lengi og ég man eftir mér að ég var í röngum líkama. Fangi í líkama og kynhlutverki sem hentaði mér aldrei. Viltu segja eitthvað um þennan kafla? Ég hef alltaf sagt sko að þegar að ef að til dæmis ég myndi segja mér fyndist ég vera stelpa eða kona og ég því spurður hvernig líður stelpum eða konum. Ég veit ekkert hvernig stelpum eða konum líður. Nei. Ég veit ekkert hvort að ég bara eitthvað ósáttur, hvort að mér langi að vera svona, en ég get ekkert sagt til hvernig konum líður. Ég veit það ekki. Þetta ég kannast við þessa tilfinningu því að ég var náttúrulega, ég hef alveg upplifað kynama sjálfur, auðvitað. Ég var unglingur sem var, samsvaraði mér ekki með þessum staðalímyndum hvað strákum finnst skemmtilegt og hvað strákar gera. Og hvernig strákar leika sér og þú veist, ég var miklu meira með stelpum og hoppa í París og fara í snúsnú og heldur en að spila körfubolta með strákunum. Og svo náttúrulega þegar ég áttaði mig á að þessi þarna vinur minn niðri var ekki bara til þess að pissa með honum, þá uppgötaði ég það að ég fór að byrja að vera skotin í strákunum. Og ég náttúrulega trúarbarn líka, þú veist, og fór í kirkju á hverjum einasta sunnudegi og þótti það voðalega gott líka, en þá byrjaði náttúrulega líka þessi innbyrðis togstreita hjá mér. Ég fæddur vitlaust? Ég meina, Guð segir að maður og kona eigi að vera saman og það sé normið og það náttúrulega normið að konur og karlar séu saman því að annars deyr mannkynið út. Þannig að það alveg normið og allt í lagi að nefna það. Og ég þurfti að díla við þetta, sko, fæddist ég vitlaust, átti ég að vera stelpa. Þannig að þú sér það, ég að tikka nákvæmlega í þessi box sem Arna nefnir, en hins vegar þá fæ ég frið frá bæði foreldrum og samfélaginu og öðru. Ég fæ frið til þess að ganga í gegnum minn náttúrulega kynþroska og sjáðu mig í dag, giftur manni, ég sáttur í mínu skinni, ég meira þess að karlmannlegri, ég heldur en ég að nokkurn tímann hafði búist við að ég myndi vera, skilurðu, og það ekkert, og ég lendi til dæmis ekki í því þegar ég geng niður götuna að ég sé kallaður hommi því að ég held að fólk klokki það kannski ekki endilega. En ég var þarna og þarna sjáum við líka hver áhættan ef við setjum börn í þennan kassa og í þetta ferli, þá mjög auðvelt að gera þessi mistök því að ég veit ekki hvað hefði orðið hefði ég lent í þessari, ég kalla þetta hakkavél, því að það bara ein leið inn í hakkavél, þú togar ekki neitt út úr hakkavél, sko, og það þetta sem þetta því þetta sogar fólk inn og þú kemst ekkert auðveldlega út úr þessu aftur. Allavega ekki óskaðar, sjáðu detransitionerar sem eru með afskræmda líkama. Þá þess eins og þessi búið að toga það úr hakkavélinni, en það náttúrulega bara allt í klessu neðantil sem búið að fara í hakkavélina. Þannig að það ástæðan fyrir ég nota þetta myndmál. Vilt þú bæta einhverju við? Ég náttúrulega, sko, ég hef aldrei upplifað þetta og ég veit ekkert hvernig Örnu líður eða leið, ég veit ekki hvernig þér líður eða leið með þessa hluti. En ég veit það að ég veit ekki hvernig konu líður. Nei, ekki ég heldur. Kona allt öðruvísi samsett á allan hátt heldur en ég. Allan hátt náttúrulega, þú veist, ef einhver ætlar að hengja sig á orðalagið, þá nenni ég ekki svona, þú veist, þær eru með allt annan hormónasækól og bara nefndu það. Þær eru svo ólíkar okkur að það bara, þú veist,
það eiginlega bara fárán. Ég veit ekki hvernig konu líður og konu veit ekki hvernig mér líður. Nei, og ég veit heldur ekki hvernig öðrum körlum líður. Ég veit bara hvernig mér líður. Vegna þess að við erum líkamar okkar, eins hallærislegt og það þá erum við líkamar okkar og við getum ekki sagt frá hvernig það að vera eitthvað annað en okkar líkami. Þú veist, Alveg svo kona, kvenkyns kennari, bara sem dæmi, ég ætla bara að taka dæmi, kvenkyns kennari getur lesið sér til það og sérhæft sig í því og allt svoleiðis, en hún skilur ekki hvernig unglingsstrák líður sem troðfullur af hormónum og að springa, það skilur bara úr öllu hormónarelated líðan og öllu svoleiðis. Hún getur lesið sér til það, hún veit það samt ekki, hún skilur það ekki. Já. Sem dæmi, sko. Einmitt. Herðu, við skulum klára þetta dæmi hjá honum. Ég ætla að setja inn sumt af því sem hefur verið skrifað mig og almennt transfólk hér undir og þið getið sjálf dæmt hversu eftirsóknarvert það að vera trans. Og ef þið haldið að ég sé að berjast fyrir athygli þá gætið þið ekki haft meira rangt fyrir ykkur. Því að þetta ekki athyglin sem ég þarf. Hatrið neyddi mig til að berjast og vera sýnileg. Því ég get ekki leyft óttanum, fáfræðinni og fordómunum að buga mig aftur eins og það gerði í mörg ár vegna þess ofbeldi sem ég varð fyrir vegna þess að ég var öðruvísi. Það ekki skoðun að kalla fólk hugmyndafræði. Það ekki skoðun að ránkynja transfólk. Það ekki skoðun að afmennska annað fólk. Þetta hatur. Sko, tökum bara dæmi, ef til dæmis ef það svona mikið út að setja á bara sem dæmi, broadcastið í þessum málum. Af hverju þarftu þá að vera að ljúga þessu? Það til dæmis, þú veist, af hverju þarftu að ljúga þessu? Ef það svona mikið sem að hægt að tala broadcastið, skilurðu. Af hverju þá þetta? Af hverju segir þá ekki eitthvað sem að gerðist í raun og veru? Þú veist, þetta finnst mér til dæmis alveg galið. Ég veit ekki hvort að Arna og þetta fólk sem svona gríðarlega á móti eða talar svona illa broadcastið sé að vísa í þau viðtöl til dæmis sem ég hef komið í vegna þess að broadcastið hefur verið mjög, það hefur verið viljugt til þess að tala við mig þó að ég sé að synda svona óbáslega sterkt á móti straumnum en Frosti hefur alltaf haft það viðmið sem fjölmiðlamaður að honum finnst mikilvægt að raddir sem fá annars ekki að heyrast, fá að heyrast. Og ég veit ekki betur en að umfjöllun sem hefur verið á broadcasti meðal annars viðtöl við mig og annað sem broadcast hefur gert hafi verið á málefnalegum grunni. Ef ekki þá væri kannski broadcast í einhverjum vandræðum fyrir dómstólum og slíkt, sko. Því að svo getum við tekið þetta sem kemur þarna fyrir neðan. Hvað var það sem kemur fyrst? Transfólk ekki hugmyndafræði. Nei, fólk náttúrulega ekki hugmyndafræði, en það náttúrulega hugmyndafræði á bakvið það að trúa því og halda að maður sé trans. En það heitir það gender ideology. Það kallað það sjálft af fólki innan þessara bransa. Já, og kristið fólk, ég meina kristni líka hugmyndafræði. Ég get haft mikið á móti eða verið ekki fylgjandi eða trúað á Guð eða Jesús án þess að ég sé eitthvað að setja út á kristið fólk. Nei, og þú sér að múslimar segjast trúa á Guð en ég mjög mótfallinn hugmyndafræðinni á bakvið hvernig það fólk trúir á Guð. Þannig að þetta ofboðslega óheiðalegt að reyna að gera þetta svona, sko. Já, það munur á að gagnrýna fólk og gagnrýna það sem fólk segir eða að gagnrýna hugmyndafræði að gagnrýna það sem fólk segir og að gagnrýna hugmyndafræðina sem það aðhyllist og að flytja mál þessara hugmyndafræði allt annað heldur en að hjóla í fólk á persónulegu nótum. 100% og ég hef aldrei tekið þátt í að afmennska fólk. Ég meina, ég hef alltaf sagt, sko, þannig að þú heyrir ofta þennan frasa, þú ert að afneita tilvist transfólks, þú ert að afneita tilvist
hins eða þessa. Það enginn að afneita tilvist neins. Ef fólk á lífi og dregur andan, þá það til og nýtur þeirra mannréttinda sem við öll önnur, sem allir aðrir njóta, skilurðu. Já, og þetta með að sko rangkynja fólk er ekki skoðun, það bara vísskoðun þegar að þú ert, já, sem dæmi, ef einhver kemur og segir mér að hann eða hún eða það vil ég nota fornefnin ghost self eða Caesar, sorry, ég ekkert að fara að nota þessi fornefn. Nei, og og þetta transkynja dæmi, eins og ég snerti á áðan, þetta ber með sér núna öll merki kultisma eða sértrúarsamnaðar og ég, eins og ég sagði áðan líka, ég frjáls maður og frjáls skoðunar minna og ég vil ekki taka þátt í þessu og ég þarf ekki að taka þátt í þessu og ég má tjá mínar skoðanir. Ég kýs að gera þetta með flesta aðila og allavega þá sem eru kurteisir eða þú veist bara almennt. Mér finnst ekkert að því. Nei, ég kalla Beck Angel aldrei hún. Nei, og bara, ég geri það ekki. Bara langt flesta ger ég þetta, þegar mér bara finnst aðilinn búin að sanna og sína aftur og aftur, bara óheiðarleika og bara, ég myndi segja, þú veist, bara ítrekka lygar, bara þarna sem í þessu gagnvart okkur núna á broadcastinu, þetta er ógeðsleg lygi. Hvaða virðingu telur þú eiga skilið til dæmis frá mér í þessu dæmi, skilurðu? Nei. Ég skulda Örnu Magni ekki neitt. Nei, einmitt. Ég meina sömu virðingu og ég fengið. Einmitt. Mér finnst líka sorglegt þegar til dæmis starfsmenn Ríkisútvarpsins eru að lesa upp á blaði lygar til dæmis eins og var gert við mig í aðdraganda kosninga og svo fólk hissa á því að maður ákveður að leita réttar síns. Höfum eitt á hreinu, þú fékkst afsökunarbeiðni í því, ekki afsökun heldur, það var leiðrétt. Ég fekk enga afsökunarbeiðni. Það var leiðrétt en það var gert á mun áfarnari stað heldur en ásökunin var á. Já, þetta, ég kalla þetta svona drive-by shooting árás vegna þess að þetta var nákvæmlega það sem þetta var. Þú veist, þetta gert þú veist, ég ekki eins og til að svara fyrir mig, þetta í viðtali við Arna Þór í Forystusætinu 3 dögum eða 3 eða 4 dögum fyrir kosningar 27. nóvember í mannrétt og þetta lesið upp á blaði og ég veit alveg nákvæmlega hvar Bergsteinn hefur fengið þetta og þú veist, það hefur greinilega fengið þetta á borð og þú veist, og hann var að lesa þetta af blaði, skilur, þannig að hann ekki eins og að mismæla sig, svo ferlegt og já, svo förum við fram á það að ég fái right of reply eða rétt til andmæla og í siðareglum fjölmiðla og bara almennt hjá fjölmiðlum þegar leiðréttingar eiga sér stað þá eiga þær að eiga sér stað á sama vettvangi og á sama tíma þannig að sért að ná til sama hóps og heyrði vitleysuna. Þeir neituðu því og töldu að það væri alveg fullnægjandi bara að setja þetta í kosningavaktina, setja svona lítinn borða, já, þú veist að það var ranglega að fara með upplýsingarnar sem þarna komu fram en það var engin afsökunarbeiðni eða neitt og kosningavaktin 3 dögum fyrir kosningar bara eins og chatroom, þú veist. Já. Og þannig að sér þetta enginn. Nei, kemur bara einhver mikroafsökunarbeiðni eða þú veist leiðrétting sem enginn sá. En þegar við tölum þetta dæmi, þú veist, hvað ef að ég til dæmis myndi núna koma og segja að ég ætlaði að koma út úr skápnum og vera kynsegin og ég væri með fornöfnin hans hátign eða hátign. Einmitt. Já, eða kalla mig eða hátign þegar ég að tala mig. Eða breytum þessu þannig að þú veist, ef fólk má bara velja sín persónu fornöfn sem annað fólk notar það þegar það fólk ekki til staðar, skilur það. Þú veist, við tölum aldrei fólk í 3. persónu, þú veist, ef það til staðar, skilur málhefðin ekki þannig. En segjum svo að við megum velja okkar eigin lýsingarorð. Ok, ég er gáfaður og ég fallegur og þið megið ekki tala með öðruvísi vegna þess að ég er gáfaður og fallegur og mér finnst það er minn raunveruleiki.
ég fallegur og gáfar og þú verður að taka þátt í mínum hugmyndum mitt sjálft. Ég bara myndi klára þetta þannig að allavega hvað mig varðar, það það að ég virði þetta langoftast en þegar þú hefur gefið mér ástæðu til að gera það ekki, þá bara ger ég það ekki. Já. Og mun ekki gera það. Og eins og ég segi, bara þó að fólk sé ægilega hneykslað á því að ég hafi miskynjað Örnu Magneu, það verður þá bara að vera það. Mér drull. Já, ég ætla svo sem ekkert að fara að birta hérna skjáskotin sem Arna birtir og við erum að nálgast klukkutíma sem ég finnst vera bara nokkuð gott, en sko ég vil taka það fram og ég talaði mikilvægt að það komi fram að ég sendi Örnu Magneu hérna komment. Varpaði því upp. Já, ég ætla að varpa því upp og það vist komin einhver fleiri sem ég ekki búin að sjá, líklega að ég verð eitthvað skammaður sko, en það alltaf læg, það bara tökum við það fyrir hérna live. Já, við erum stóri strákar, við ráðum það. Ég skrifa sem sagt, það hellingur í þessum skjáskotum sem þú átt algjörlega ekki skilið og forkastanlegt. Ég stend hins vegar við mína gagnrýni á hinsegin hreyfinguna, á translobbyið og já, á hugmyndafræðina sem þarna bakvið. En rétt skal vera rétt, þú og enginn átt þessa útreið skilið fyrir að lifa lífinu sem henta þér. Og fyrir þetta fæ ég mér þess að reiðikall frá einhverjum Hákoni Darra. En ok, Arna svarar mér, vertu nú ekki að gera þér upp einhverja samúð í minn garð, enda ertu oftar en ekki búin að kalla mig geðveikan karl og allar aðrar transkonur. Þú ert erkiklerkur hatursins, og það sorglega að þú virðist ekki gera þig grein fyrir því sjálfur. Við ættum í raun að vera að berjast saman fyrir okkar mannréttindum en ekki þú að grafa undir þínum eigin með því að ráðast á transfólk. Ég held að þetta ekki sem var áðan. Já, einmitt. Hann hefur breytt þessu. Þetta sérst uppröðun. Vertu nú ekki að gera upp eitthvað samúð, minn garð, enda ertu oftar en ekki búin að kalla mig geðveikan karl. Þannig að þetta breytt aftur og ég að lesa þetta semst í fyrsta sinn núna. Ég svara sem sagt upprunalega, ég svara upprunalega kommentinu sem hérna. Ég vissi ekki af þessu áður við fórum í útsendinguna. Ég ekki að gera mér upp neina samúð, hún frekar takmörkuð. Þú ferð mjög frjálslega með staðreyndir og teygir hlutina. Þú átt samt ekki skilið að fólk tali að beita ofbeldi. Það á aldrei rétt að sér. Nei, þarna erum við sammála. Já. Og ekki að vera að senda fólki ofbeldishótanir eða eitthvað slíkt. Það skrifar Arna, alla staðreyndir tilvist og veruleika transfólk sem ég held fram studdar af fræða og vísindasamfélaginu. Einnig ég lifandi sönnun á því að transfólk það sem það segist vera. Og ég var einnig transbarn. Það að þú þykist vita meira mig og mitt líf og telur sjálfa þig mega að hafa skoðun á því hver ég segir allt þína fávisku, fordóma, hroka og hatur. Það skrifa ég, nei, þær ekki studdar ritrýndum rannsóknum og alla meðferðirnar og skurðagerðirnar ógagnrýndar. Ég á þau gögn til og þú hefur oft fengið þau. Ég ekki hérna til að taka enn eina slíka sirpu með þér. Ég vildi bara koma á framfæri að þú ættir ekki hótanir ofbeldi skilið. Og svo kemur einhver hérna, ég að sjá þetta fyrst. Það greinilega krúttlegt hvað þú heldur að eitthvað af því sem þú heldur fram að færa málefni transfólk hafi nokkurt einasta vægi. Það eina sem meira áberandi skrifið þínum hatrið ótti. Vonandi auðnast þér að átta þig á tilverurétti þínum eða mínum en ekki ógnað þó transfólk njóti sömu mannréttinda og virðingar og aðrir. Það enginn að... Þetta hefur enginn sagt og enginn að segja. Þannig að þetta fólk í einhverju algjörri búblu, þú veist. Og þegar þú hjólar í staðreyndir sem verið að halda fram, það hefur ekkert með það að gera hvernig einhvern líður, þá ert þú ekki að ógna, afneita eða gera lítið úr tilvistar rétti eins eða neins. Einmitt. Þetta bara kjaftaði. Það, þú veist, ég nenni varla að taka svona fyrir. Nei, sko í raun að veru þá var ég á báðum áttu hvort ég myndi nenna þessu.
þú veist, það hérna var meira þetta í sambandi við Þóru Kristínu á vegnum hennar sem ég svona brennur meira mér, en ég ætla ekki að fara út í það núna og kannski ég læta jafnvel bara slæta, kannski ég gerir grein eða fara í eitthvað annað stríð bara sjálfur með það, en sökum tíma, þá mér finnst klukkutími vera svona fínn tími. Já, ég sammála því. Þannig að ég held að við bara hérna rúllum þessu upp núna. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum? Nei, bara þannig í restina að ég vippaði beinu kommenti undir frétt DFF málið þar sem ég nú tilgreindur í 2 af þessum skjáskotum hjá Örnu Magni og ég var einmitt bara sjálfur bara býtu á ég verið eitthvað að gera það meðan fólk alveg að fróðufella og bara já, auðvitað á ég að gera það. Veist, ég bara, það er ástæða fyrir að ég sagði kallaði Örnu Magni einhvern ómálefnalegasta einstakling sem ég veit Hann er það. Ég margoft bent á það og það bara í þáttum og bara þarna eru marga lygar sem við erum búin að benda á. Já. Það miklu alvarlegra, þó að sé falið bak við eitthvað tilfinningarung sem kemur á eftir, þá það miklu alvarlegra að segja að einhver hafi hótaði lífláti í einkaskilaboðum og heldur en að miskynja einhvern ef við ætlum að fara í einhverja svona keppni. Og það er mjög alvarlegt líka að draga það í land en fara svo samt í aðra lygi bara því hún ekki eins alvarleg að það hefur verið gefið í skyn að það hefði þakkað niður í Örnu Magni. Ég vil líka taka þetta er bara lygi. Ég vil líka taka það fram fyrir mitt leyti sko, að ég er ofta ásakaður að ráðast á transfólk og þess aftar. Sko, þetta er náttúrulega bara þetta háborinnar skammar svona málflutningur því að ég ræðst ekki að einstaklingum og hef reynt eftir og geri eftir bestu megni að halda nafngreindum einstaklingum úr breytinni, en náttúrulega hörðustu aktivistarnir sem hafa sig frammi og jafnvel persónulega gegn mér og annað slíkt, auðvitað verða þeir fyrir andsvörum frá mér og gagnrýni og það tel ég bara vera eðlilegt í lýðræðislegu samfélagi þar sem fólk skiptist á skoðunum. En það er ekki verið þó að sé verið að tala erfitt málefni, þetta er erfitt mál í samtímanum. Það eru margir aðrir hópar sem eru ósáttir, eins og til dæmis konur í íþróttum, börn í skólum, foreldrar í skólum, það vegja foreldrarétti innan skólakerfisins. Til dæmis á Íslandi búum við skólaskyldu, þannig að það valmöguleika foreldra eru afar takmarkaðir. Þannig að þetta eru hlutir sem verður að ræða í lýðræðislegu samfélagi í stóru samhengi. En ég ætla að láta þetta vera loka orðin mín, þannig að ég bara þakka þér fyrir að mæta og taka þetta fyrir og við bara spjöllum saman kannski einhvern tímann síðar og ég þakka ykkur áhorfendur fyrir að fylgja okkur, þannig að ef þið viljið fylgja mér þá er það YouTube á Eldur Reacts, á X er ég @JustGayEyes og á Rumble er ég Eldur79. Þú vilt kannski fara í gegnum þín socials áður við lokum? Ég er bara með þetta Nordic Masculinity, ég er á Twitter og Instagram og Facebook og venjulega á broadcasti. Ég er í fríi frá þáttagerð til 1. maí. Takk fyrir að taka pásu úr fríinu fyrir mig. Já, ég sný aftur í þáttagerðina 1. maí, bara þangað til er ég í fríi frá því, en mér fannst þetta að vera svona þess virði að adressa. Frábært. Hörðu, datt ég út í þetta. Takk fyrir mig. Já, takk sömuleiðis, vertu sæll. Bless. Bless.